Þetta er verkefni 7 á blaðsíðu C10, 07 dálkar. Þið byrjuðu á að stilla spássíur í page setup undir layout flipanum og þið setjið haus og fót á skjalið. Ég er búin að gera þetta. Ég ætla að fara í dálkstillingar með ykkur og þá, eins og stendur í lið númer 3, þá farið þið í með bendilin í entermerki fyrir neðan fyrirsagnir og stillið dálka og skrifið sjálfinn textan í þessu verkefni. Þið ýtið á dálklykilinn eða tab eins og sýnt er að sjást pílurnar í bókinni og koma svona út. Ef þið sjálfgefnar stillingar á milli dálka eru 1,25 cm. Það er mjög mikilvægt að hafa reglustikuna sýnilega þegar þið eru að vinna með dálka. Þið farið í view og hakið hérna við rúler til að hafa reglustikuna sýnilega. Nú ætlum við að stilla dálka fyrir fyrsta liðinn. Þá farið þið í paragraf og farið í tabs og þið skrifið inn 3,5, þar sem þið hafa kommu, ekki punkt og það er vinstri stilling. Þið smellið á set á milli, þið þurfið ekki að skrifa sjálf CM, það kemur sjálfkrafa. Hér sjáu þið sjálfgefnu stillingarnar 1,25. Ef þið ætlið að stilla fleiri en einn dálk þá smellið á set á milli. Næsti dálkur á að vera stilltur á 7. Og hann er left líka, set og þriðji og síðasti á að vera á 10 og set og OK. Þá sjáu þið hér upp á reglustikunni stillingarnar fyrir dálkan ykkar. Sjáu hvernig merkið snýr, L, left. Og þið skrifið inn textan, ýtið á dálklykilinn. Þegar þið farið í næstu línu, þá sjáu dálkstillingarnar hér og leið og þið ýtið á enter, þá erfist eða helst inni stillingin. Þannig að þið skrifið næsta texta og hann kemur hérna. Og það stenst á textin af því að þið stilltuð dálkana. Ég ætla að sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið stillið inn fyrir gengiskráninguna. En þið stillið sjálf hérna inn fyrir lönd í Evrópu, dýrategundir og borgir, alveg á sama hátt og þið gerðuð í götuheitunum. Passið að hafa reglustikuna sýnilega og entermerkin sýnileg, þá sjáu þið hvað þið ýtið oft á dálklykilinn. Og eins og ég sagði áðan, þegar þið eru stödd hér og ýtið á enter, þá helst dálkstillingin. Hér eru engar stillingar, þannig að þið smellið hér þegar stillið fyrir löndin í Evrópu.